Já, heyrðu, við ætlum að fara til Kína núna með Ragnari Baldurssoni, Kína sérfræðing, og komið hingað og við höfum spjallað ýmislegt Kína. Og eitt sem hefur komið fram hjá þér að það sé eiginlega stefna kínverska stjórnvalda að hafa ekki bara eitt kerfi í landinu, heldur hann tvöða fleiri. Við þekkjum náttúrulega með Hong Kong, það sem var gerðið samningur að viðhalda kerfinu þar. En við höfum líka komið til tals þegar við höfum verið að ræða Tævan. Og þú hefur sagt að þetta sé kínversk hugmynd. Þetta hefur oft, eða tímabilum í kínversku sögu hafi raunverulega verið tvö kerfi í einu landi. Og þess vegna eigið bara auðvöld með það og gætu alveg saminast Tævan og gefið íbúanum þar frelsi til þess að reka áfram sitt kerfi. Þeir var ósátt það og þetta er jafnvel eftir svona verð. Já, mannst það rétt. Ég hef sagt eitthvað þess að veru og það tók mig smá tíma að komast að þessari niðurstöðu. Það er ekki sjálfsagt. Ég ólst upp við það að það ætti öll ríki að vera eins að einhvern veginn. Hérna sem Íslendingur, þá náttúrulega lærði ég það að lýðræðisríki væri endapunktur pólitískrar þróunar og það var eiginlega bara ekki hægt að komast lengra með hérna stjórnmálakerfi og svo væri lýðræði eitthvað bara eitt stjórnmálakerfi og svo náttúrulega þegar ég gróður ógs upp og hérna fór að skoða heiminn betur og náttúrulega í dag þegar við horfum á Bretland, mér skilst að forsætisráðherra sé hröklastur á öldum og svo náttúrulega þegar ég var unglingur að þá man ég að hafa dálítið áhuga á íslensku stjórnmálum og fannst náttúrulega alveg sjálfsagt að ef einhverjir íbúar landsins auðu 5% eða 10% eða 15% eða einhverja skoðuna þá ætti að hafa fulltrúa á Alþingi. En núna þá er engin Íslendingur sem heldur það því hann veit að svoleiðis er ekki í Bandaríkjunum og Bretland er svolítið öðruvísi en Norðurlöndin eru með þetta svona og þetta eru allavega kerfi. Þannig að má segja í heiminum eru alls konar stjórnmálakerfi. En þetta með það að hafa eitt ríki, tvö kerfi, það kemur fram í samningum við stjórnvöld í bresk stjórnvöld sem sagt, en stjórnvöld því að Hong Kong stjórnvöld voru náttúrulega ekki til í rauninni þegar að byrja að vara sem í Hong Kong var nýlenda og Breta bara stjórnuði því með landstjóra og svo lefðu þeir við lok síns tímabil þá fóru þeir að velta þeir fyrir sér við hvað skiljum við eftir okkur þegar við förum og við verðum að skilja eftir lýðræði svo að það var komið svona grasróta lýðræði þar að segja íbúarnir fengu að ráða hvar öskutunnur það væru og eitthvað svo leiðis en ekkert svona sem skipti máli og ekki til dæmis hvort er alltaf að leggja flugvöll eða ekki það síðasta sem Breta gerðu var að færa flugvöllin og gera þetta risastórt verkefni þar sem þeir eittu öllum peningunum í Hong Kong til nokkur á framtíðar fram yfir skiptin í það að byggja nýja flugvöll í staðin fyrir að beygja fram hjá blokkum í miðborg Hong Kong að þá verður menn að fara út á landi og svona byggður hún í sjó og mikið landfylling og svo framvegis. Þannig að þegar samið var stjórnarfari í Hong Kong sem kemur fannst náttúrulega, kemur stjórnvöldu fannst að kæmi eiginlega ekki Bretum við því að þeir höfðu greinilega ekki sýnt neitt áhuga á þessu áður fyrr. Þá voru Bretar að reyna að ákveða hvers konar lýðræði er þið sett á í Hong Kong og kemur svona hlustu á það en svo bara sett upp annað kerfi sem er að efnahagskerfi Hong Kong er bara kapitalist efnahagskerfi og lögin er að mestu leyti ensk lög, skorsk lög líklega þá og ég veit þetta nokkið en ég held að það sé nokkuð klárt því að englendingar eru með það miklu leyti og svo er síðan er einhvers konar fulltrúa eða sem stjórnardeild og það er þá setja auðmenn í Hong Kong og almenningur og hinnir þessir hópar verkalýðshreyfing og svo framvegis sem fær fulltrúa Alþingi og síðan er þetta hluta kínverska ríkinu. Þetta er allt annað stjórnkerfi, kommunistaflokkurinn er ekki völd þar. Og þá var hluti... Og hefur engin ítök. Við höfum oft farið yfir það hver eru ítök kommunistaflokksins, hann er svona
er eiginlega til hliðar við ríkið eða samfléttaður ríkinu, það er erfitt að útskýra það. En hann hefur ekki þetta vægi í Hong Kong. Hann hefur vægi, en hann hefur ekki þetta vægi. Hann ákvarðar ekki pólísíuna nákvæmlega, en hins vegar er Hong Kong algjörlega háð meginlandinu og hérna með viðskipti og framleiðslu og svo framvegis og hérna eins og leiti, þannig að það er ákvarðan sem eru teknar á meginlandinu til dæmis sem að útvíkka svo stóra Hong Kong svæðið eða þetta er kantonsvæðið, þá er það bæir og kantonborg og Zhuhai og Shenzhen og hérna Macau sem er náttúrulega til hliðar. Það var náttúrulega rekið var uppáflega Portugals nýlenda að þau hafa verið að samþætta það við þetta kerfi, þetta svæði og ég sé ekki betur en að markmiði hér mjög líklega að þetta stjórnmálakerfi sem er þarna við í Macau og Hong Kong svona svipað en ekki alveg það sama að það verði kannski útfært yfir á allt það svæði en það hefur ekki verið sagt. Þannig að það er frekar þannig að Hong Kong hefur breytt úr sér, frekar heldur en að Kína hafi flætt yfir Hong Kong. Já, það er svolítið þannig að mæst og meiri leið og síðan breytist allt saman. Allt er í heiminum hverfult og þetta er að breytast bara kannski hraðar en hérna Reykjavík og það mögulegt. Það er allavega þannig að þá var talað 50 ár að hérna það er ekki þetta er ekki að þetta kerfi, að það var 2 kerfi í einu landi, væri til næstu 50 ára frá því að Hong Kong var sameinað. Við erum rúmlega hálfnú á leiðinni, eða ekki? Jú, og þá fóru menn strax upphafi að velta því fyrir sér hvað gerir þá á fasteignamarkanum vegna þess að upphaflega, ef það hefði ekki, og ástæðan fyrir að Bretarnir sömdu við Kínverja Hong Kong, að það var að ef Bretar trúa svolítið á lög eiginlega jafnvel meir en biblíuna og hluti af Hong Kong meira hluti af nýlendunni þar sem kalluð New Territories eða nýju svæðin á meginlandi Kína fyrir það er sett Hong Kong er eyja og síðan er þetta hafnarsvæðið eða umhverfið og allt vatn og landbúnaðarframleiðslu og svo framvegis það var á þessum nýju svæðum og þá þegar þetta 99 ára tímabili líki sem þegar upphaflega var samið þótti það myndi verða til eilífðar en það er nú ekki svoleiðis en þá myndi lagalegu grundvöllur englendinga til stjórnar á Hong Kong fall úr gildi í þeirra eigin augum. Kínverjar skildi þetta ekki alveg hvað þeir voru eiginlega að tala þess að Margaret Thatcher talaði það við verðum að semja þetta og sagði já við verðum að gera það einhvern tímann. Já þið verðum að gera það fyrir 99 og ég sé það sem svo að ef lögreglumaður hefði stoppað ökumann sem var að keyra yfir rauðu ljósi eftir áramóti 99 ef ekki hefði verið samið nýja lausn á þessu þá hefði lögreglumaður ekki hafa lagalega heimild til að stöðva og þetta bara var ekki hægt í hugum englendinga og ekki heldur skota eða veilsmanna heldur en þannig að það var samið þetta og til 50 ára og þegar ég held að það hafi komið fram áður að ég þýddi búin að þýða Xi Jinping ræður hans fyrsta bindi og annað bindi er hérna í yfirlestri og kemur væntanlega í haust eða næsta vor kannski að þar las ég það að þessu umfjöllun þá var talað þá var það þannig að Xi Jinping forseti Kína, hann hitti fyrrverandi forsætisráðherra stjórnar Tævan eða kínverska lýðveldisins á Tævan sem hann kom til Íslands og hitti hann á sinni tíma þessi maður og gera allt vitlaust hér þegar við vorum opnað sendiráðið 1995
þá hérna fannst Davíð Oddssyni að það var við hæfi, hann myndi hitta hann persónulega á prívatfundi í sumarbústaði við Þingvöll, ríkissumarbústaði, og þá var heimspressar allt innu komin og hérna horfa á Ísland tala við fulltrúa stjórnvalda á Tævan. Og við þáttum alltaf ekki vona á þessu og hérna og ég var í sendiráði Íslands á hérna það var nýbúið opna sendiráði, ég var þar hérna maður segja eiginlega varamaður sendiherra í sendiráðinu, og við vorum alveg skelfingu losnir að við værum að slíta stjórnmálasambandi við Kína eftir að nýbúnir að opna þarna sendiráð. En þegar við skildum það nú alveg að við ætlum ekki að gera það, og kemurænir en urðu öskureiðir og að við skildum vera að hjálpa tævanskum stjórnvöldum á þessar eyju að reyna að taka land í Evrópu og hérna mynda eitthvað skona tengst þar. Formleg stjórnmála sem... Já, eða eitthvað sem, þú veist, að hitta forsætisráðherra okkar og síðan náttúrulega kemur það í ljós að við náttúrulega vissum ekki hvað var að gerast. Það var hérna Davíð Oddsson skilði frá því að þeir hefðu nú mikið áhuga á Íslandi og myndur nú kannski tævanskir myndu koma til Íslands og fjárfesta á Íslandi, þannig að það gerist ekki neitt. Og svo hafði Lien Zhang, hann hafði verið komið með áritun og til hérna Spánar, og þá átti hann að taka við einhverju viðurkenningu, og síðan var hann með áritun til Austurríkis, og þarna væri komið hérna lag fyrir þá að mynda tengsl á meginlandi Evrópu. Spánverjar felldu þess áritun snarlegu gildi, og síðan fór hann til Austurríki og fór á skíði, og stjórnmál og hérna dagblöðin hjá Austurríki að þeir skilja betur alþjóðastjórnmál en Íslendingar kannski, og stjórnvöld þar gera sér fulla grein fyrir hérna veruleikunum í heiminum, svo að hann fékk ekki að hitta einasta mann og heimspressan hafði enga áhuga þeirri heimsókn, og það bara fjaraði í sandinn. En málið er að í verki þessu verki sem ég þýddi í þessum ræðum Xi Jinping, þá fundagerð frá fundi hans með Lien Zhang. Þessi Lien Zhang hefði komið til Kína, og þetta hefur verið svona 2013 eða 14 eða eitthvað, og þar segir Lien Zhang frá því að hérna, já, ykkur þykir væntum, þá segir hérna Xi Jinping við Lien Zhang að já, ykkur þykir væntum þetta lýðræði, ég skil það mjög vel, ég bara náttúrulega haldið því áfram þegar við saminumst og hérna og bara stjórnmálakerfið og hvernig þið lífið og hvernig hafið það verður alveg óbreytt sko, og því að mér er bara alveg sjálfsagt að fólk lifi við það stjórnarfasi að það vil, og en náttúrulega er þið hluta Kína og hérna bara samisti og svo bara sem ég við það hvernig það verður gert. Og ég las út úr því náttúrulega ég þurfti að hafa sko núansana í þýðingunni réttri og svona. Og það var alveg augljóst að hann var að tala tvö ríki til framtíðar. Tvö sko stjórnmálakerfi. Tvö kerfi eða fjórðakerfi. Já, það er bara mismandi stjórnmálakerfi í einu landi, og þó þetta hafi verið kallað tvö stjórnmálakerfi í einu landi, þá er það þannig að það er mismandi stjórnmálakerfi og núna þegar þeir hittast eða er að tala það er allir hættir að tala hvenar það fjarar út þetta fyrir 50 ár gagnvart Hong Kong. Auðvitað verður ég haldið áfram. Og spurningin verður... Var það ekki í sögunum Grísina 3 sem að úlfurinn borðar krít til þess að mýkja rómsinn til þess að komast inn? Eða var það í Kyrlingunum 7? Já, ég kannastu söguna, ég man nú ekki hvað hún heitir á íslensku. Hann notaði ýmisbröð til þess að komast... Já, loppuna og lítaði hann. Nú eru ábyggilega margir á Vesturlöndu sem segja að Ragnar trúir þessu í alvörunni sem að maðurinn er að skrifa. Ég sé hvað er að gerast, okay. Og ég trú ekki því sem ég segja, þegar einhver segir eitthvað að þá, og ég veit, þegar ég ólst upp að þá lærði ég að menn meintu það sem segðu, svo hefur náttúrulega lært það með hefinni að
að það ekkert svoleiðis. Það var alltaf ekki við í stjórnmála heiminum sem er í okkar heimsluta. Aha. Og svo líka og það engin kynveri, ég held að litluböndin þau í Kína, þau læri eiginlega frekar að þau að veltaði fyrir sig hversan segir að þetta, en ekki bara hvað meina hann raunverulega, til hverju er þetta sagt, hvað er raunverulega merkingin fyrir að vera eins og Íslendinga við nýður njörfum allt með fallbeygingum og hver er að gefa hverjum hvað og setjum, við eigðum heilin okkar fer í það að búa til strúktúr til að segja eitthvað þar sem verð ekki miskilið. En kynverið að þeir hafa það svona meira opið og ég náttúrulega bara horfa á hvað er að gerast og það sem ég er að gera og síðan fyrir ég að segja bara hvers vegna. Hvernig stendur á þessu? Og er það bara svoleiðis að þessi kynverskis... Hvernig stendur á því að hann er að segja þetta? Já, hvernig stendur á því og það er hann bara að fá það til að koma eða eitthvað svoleiðis og þá náttúrulega er það þannig að ég er að búin að með því að vera að rýni þá reyna að skilja þessa kynversku menningu og hvernig þeir hugsa og hvernig þessi kynverski sósíalismi virkar og komst þær niðurstu að það var að leita langt aftur í tíman og þar alveg kemur í ljós að kynverjar hafa bara alltaf haft mismunandi stjórnmálakerfi eða svona stjórnarfyrirkomulag í þessu stóra ríki sem þau eru í og við höfum ekki pólitískar heimildir langt lengra en skriflegar heimildir eru bara 3-4.000 ár og þá var mikið akkurat á þeim tíma var töluverð ólga í Kína og að verða að deila það hvernig stjórnarfar ætti að hafa í Kína og hvernig ætti að fara inn í framtíðina. En svo þegar maður lítur lengra aftur í tíma þá er það þannig, getum við séð á fornminjum og lífsháttum fólks á svæðinu á milli fljótana Yangtze og Gulafljóts að þar bjó fólk við mismunandi þjóðfélagskerfi og mismunandi þjóðlíf vegna þess bara að umhverfið sem það var svo mismunandi og Við erum með kort af fyrir þá sem eru að horfa á okkur í sjónvarpi af Kína þar sem þessar ár Já, getum séð því að það eru eiginlega fljót eða nú skömm að kalla þetta á eða ekki? Jú, það er gríðarleg fljót. Já, ég held að Íslendingar hafi þar tungumál hafi ekki orð sem gera mun á lækjum og ám og sprænum og fljótum og þetta eru fljót. Við gerum það og svo kollum við hins vegar kindur ær og tölum kondum við ána Gulafljót er norðar. Það er þannig að þegar þú lítur á þetta kort og ég skildi þetta ekki sko það er raunverulega ekki nema 1 eða 2 ár síðan ég raunverulega skildi mikilvægi þessara fljóta ég vissi svo sem að menningin er frá þessu ég vissi að hrísgrónamenningin upprunnu í Yangtze delta eða Yangtze ár svæðinu þar sem ekki og Yangtze Kiang Tangjiang eða Langafljót heitir en ég hafði ekki alveg skilið sko merkinguna og svo alltaf verið að velta svo náttúrulega vita allir Kínamúrin og þess að Kínverjar byggðu þennan gífulega múr og til þess að verða sig hvert árásum úr norðuri þá allt í einu þegar ég er að horfa á þetta og sé það komst ekki inn yfir Gulafljótið hann virkaði sem raunverulega hindrun þannig að árásamverðin þeir komast ekki yfir Gulafljót ekki sko forsöluðum tímum og alls ekki fyrir við erum konum með tölvöld meiri tekni svona fyrir eitthvað 2-3 árum að þá fyrst var hægt að einhvern veginn fara fram hjá því. Og Mongólarnir til dæmis sem eru frá Norður Kína, þeir koma réðast ekki á Suður Kína yfir Gulafljótið. Þeir reyndu það. Þeir fóru þeir að bökkum þess? Já, þeir fóru að bökkum þess og reyndu að komast í gegn. Er ekki svipa menning ég veit ekki hvað það sé kalla Norðurbakkin eða Suðurbakkin? Bara allt annar. Þetta er nefnilega munurinn á því. Er það munur þar á milli? Það er sko, ekki núna í dag en þegar allt er orðið samrunið en áður fyrir að þá á þessu 10.000 ára tímabili sem eða frá því fyrir 10.000 árum og næstu 1000 ára að þá er þetta svæði þarna á milli fljótana það er hjarta eða það er upprunaríki kínverskrar menningar og þar komu tvennskonar menning
og tvenns konar kerfi því að Gulafljót er fullt af leirótrullu og í leysingum að þá flæðir það, tekur svo mikið leirótrullu með sér að það flær alltaf yfir bakkana, það er engi bakkar, það flær bara ferð út allt og síðan voru menn alltaf að reyna að verja sig með því að byggja flóðavarnir eða reyna að sjá hvað það myndi fara og svo framvegis. Og svo var það alltaf á hverju ári að það þurfti að styrkja þessar flóðavarnir og svo flætti það samt yfir bakkana. Og í dag er náttúrulega flóðavarnir en það eru þeir sem koma að Gulafljóti, þeir sjá það að allavega svona neðar í fljótinu þá eru fljótið rennur einhverjum 10 metrum eða herra 20 metrum yfir umhverfinu og í þá bökkum og það er alltaf verið að styrkja það. Og þá er það þau ríki og jarðvegurinn er þannig þar að það er rækta hirsi lifið á því og það er svona ekki rískunum. Þetta er svona hveititegundir og eitthvað svipað og hérna þetta er með uppskeru tíma og sáða ákveðnum tíma og svo framvegis og síðan afgangurinn á árunum þá geta menn undan sig við kvikfjárrækt og árásir og nokkranna og svo framvegis og þetta er okkar menning sko. Þetta er í Evrópu og í Mið-Evrópu og Evrasíu og síðan í Evrópu að þar komu upp menningar heimar við Egyptaland og Mesopótamíu og Írak, Íran og þessi svæði. En þeim var reglulega eitt af fjallabúum sem óðu þarna yfir og það er ekki nóg að spyrja hvernig fór kínverska menningin á því að lifa inn í nútíma. Það er líka að spyrja hversina tókst okkur þetta ekki, hversina tókst Rómverjum þetta ekki og hversina tókst Egyptum þetta ekki og svo framvegir. Og það er vegna þess að þessi svæði voru opin tiltölulega, var við svo eyðimörkun í Egyptaland en þegar þú komst yfir hana þá varstu komin inn í Egyptaland og gast flætt yfir hana. Þetta var ekki hægt í Kína. Kína var varið. Út af Slangafljóti. Já, út á Gulafljótinu eiginlega frekar í norðri og síðan í söðri að þá er fljótasvæði þar sem Yangtze kemur inn á lálendið að þá skiptist það í alls konar svona undir ár og þar mynduðu skilyrði þar sem hrísgrón kom náttúrulega upp og síðan fóru menn að rækta það og þá komu hrísgrónagrar og það ríkið sem svo menning sem spratt upp í hrísgróna á svæðinu að þar var ríkið eins og útvíkkuð fjölskylda þá var einhver sem hafði betri skilning á því hvernig fljótið hefða sér og kunni að vissi það hvernig rætt að núna á þessum tíma árs þegar sólin er á þessum stað og þetta langt síðan hvernig tunglið er og hvernig skilirðið eru að þá eigum við núna að fara að sá hrísgrónum og síðan landið veitt vatni á það land á ræktalandið og svo ákveðnum tíma þegar plötundar eru komnar upp í ákveðna stærð þá fara allir og útplanta sko og þá er hrísgrónakurinn gerður og síðan ákveðnum tíma þá er hann þurrkaður og það verður alltaf að viðhalda við flóðavörnum og svo framvegis. Þetta er ekki hægt að gera nema með einhverju skipulagi í tiltölulega stórum samfélagum. Nákvæmlega, sko, það eru ekki... Öfugt við það sem er í Gulafljótinu, það er svona líkara því sem að það er í Evrópu. Já, en það síðan eru þau sterkari og stærri og svo framvegis, en þar eru harðinaglar sem eru mjög sterkt ríkisvald verður til úr einhverjum hirðingjahópum sem hafa kannski tekið þar yfir og þar eru einhverjir höfðingjar sem skipa mönnum til verka og þar eru reist flóðavarnir og þeir lesa fljótið og vita hvernar það er líklegt að það verði flóð næst og svo framvegis og ef þeir klikka, ef þeir spá fyrir ekki nægilega vel og ef þeir hafa til dæmis sett korngeymsluna. Það segjast vera með einhverja sleggju en eru svo ekki með hana. Já, það segja sko verið góðu sambandi í Guðina. Það var það sem þau sögðu og þá eru við komnir inn í ritaði tíma. Það var sangættin að hún var svona og þá er þeim þar með eru þeirra endalok og það var það tímabil þegar sko kemur að byrja að skrifa söguna. Sko, svo ég skilji þetta að því að
Einu sinni var ég stattur í Marokkó og var komin svona inn í land og í nálægt eyðimörkinni og kem inn í þessa dali og horfi yfir þá og sé náttúrulega strax að það er ekki hægt að lifa þarna nema að vera með áhættukerfi og það er ekki hægt að lifa þarna nema með svona miðstjórnarkerfi og svona aga í samfélaginu. Og saga Marokkó er einhvern veginn þannig að á 200-300 ára fresti þá kemur fólk úr þessu svæði og sigrar landið. Af því að þeir sem að búa við ströndina, þar sem að kannski vassbúskapurinn er eiginlega bara svipaður og hér, það er bara árstíður, regnir á vorin og þar um líkotunum, að kerfin sem að verður til í kringum svoleiðisræktun, það samfélag sem verður til í kringum hana, getur eiginlega ekki varið sig fyrir henni skipulögðu samfélög sem koma úr fjöllunum. Þannig er þetta í Marokkó. Er eitthvað þannig sem þú vart að segja mér að? Já, ég er að segja þér þetta í rauninni, en ég líka var eiginlega að koma að staðinn í þegar ég var bara í morgun þegar ég var að tala við Gunnar Pálsson fyrirverandi sendiherra sem var yfirmaður umhverfis- og auðlindaskrifstofu utanríkisráðuneytisins þegar ég starfaði þarna og ég starfaði undir hans leiðsögn ára og hann sagði þegar ég var svona að lýsa fyrir honum það að Kínverjar þeir sæju allt í netum eða tengslum og var ekki svona línulega eins og við og hann hafði nú tekið eftir þessari tilhengu hjá Evrópufólki að hugsa bara línulega og einfalda málin og sagði að það er þá eins og gyðingarnir. Já, það er rétt. Gyðingarnir þeir héldu ekki landinu, þeir reyna að verja það og ég sé ekki að þeir muni takast það núna en svo dreifast þeir út um allt og þeir hafa alveg náð gífurlegum árangri einmitt með því að halda mjög sterkum tengslum alltaf, tengslanetti. Þannig að það er svo sem... Þeir hafa auðgast á tengslanetinu á tímum þegar að alþjóðleg viðskipti eru hættuleg vegna þess að hinn ókunni mun og endanum ræna þér eða brjóta gegn þér. Þess vegna er svo mikilvægt að geta skipt við frænda sinn á milli landamenn. Já, frændar. Það náttúrulega er lykillinn að styrk gyðinga út um allan heim. Já, hlutaði og svo líka hvernig þeir hugsa, að hugsa fjármálakerfi og geta séð að eitthvað sem er að gerast á að það tengist einhver sem gerist einhvers allt annar staðar vegna það eru tengsl allar milli og sjá þetta og þar eru þetta frændur og vinir og það að sjá það þannig. En ég held nefnilega og það var það sem var hugsa á leiðinni líka að líklega var frumstæði maðurinn það er okkar vandamál í dag er að allt sem við lærum í háskólanum og allar greinar sem við erum búin að fylla okkar fræðimenn af það er allt í boxum og það er búið að flokka það með setja það í bókasöfnu í samkvæmt stafrósum en samt það er samkvæmt innihaldi heimspeki og saga sér og svo framvegir og þar og svo endar alltaf á því að vera með ABC en heimurinn er bara ekki svona og við höfum mjög verulega miklar heimildir það og vitum núna töluvert það hvernig heilin í okkur starfar og hvernig við hugsum og við veitum líka að mismunandi fólk hugsa mismunandi og sumir eru ofbeldishneiðir og sumir eru ekki og aðrir sjá hlutin í samhengi og aðrir bara alls ekki og það er mjög erfitt fyrir það að skilja eitthvað gerist ekki í samhengi við það sem það hefur séð út af kannski eitthvað allt öðru og þetta er bara svona maðurinn hefur svona heila og ég held að frummaðurinn eða maðurinn 1000 ára eða 2000 ára hann hafi líklega ekki hugsað línulega heldur hafa hann hugsað í árstíðum og í samhengi við breytingar á loftslagi og umhverfi og ættum og hvernig þið kynntust hvernig... Það hefur mótað huga hvernig hann sá heiminn. Ég held bara að Kínverjar og þess vegna gyðingar séu og þeir líklega Afríkubúar að verulegu leyti að þeir hugsi líklega skýrar en við eða óljósar. Það er að segja þeir tengja hlutina allt öðruvísi. Við erum með... Það hugsa það hvað strengjafræði en ekki eðlisfræði Newton. Já, ég heyrði þetta viðtal og ég veit hvort að tala um það. Ég er ekki alveg viss þetta sé nákvæmlega svona en það er hlutaðir. En það sem ég er eiginlega að spyrja hvort þú teljir að hugmyndaheimur Kínverja og okkar á Vesturlöndum sé svona eiginlega jafn ólíkur og ég er að reyna að draga fram með þessari... Já, ég held að það sé mjög ólíkur og það er orsökin. Bara grundvallaratriðum, djúpt ofan í rótunum, er það bara öðruvísi.
það er bara og það er eiginlega vonlaust að þýða þetta. Nei, það má alltaf reyna, ég hefði um ágætis heila meðurinn. Þú ert að dunda við að þýða. Ég veit æfin í þetta og ég var þarna, þegar ég sem barn þá var ég sendur í sveit og ég var í sveit og ég kynntist því að lífið þar var alltaf rausi og svo er ég í skólam og svo fer ég til Kína og lær hvernig þetta er þar og síðan verði ég í Japan og síðan aftur ég á Íslandi verði kennari og skáld og eitthvað. Þannig að sko, það er hægt að túlka þetta og það er hægt að skilja þetta. En hefur einhvern tíðan prófað, sko, ef veldið fyrir hvers vegna þegar við köllum á eitthvað að gerast, þá köllum við alltaf á stjórnmálafræðinga. Hversum köllum við ekki á mannfræðinga? Hversum köllum við ekki á sálfræðinga? Við höfum nú verið með svona ýmsa, við höfum kallað heimspekinga og presta og... Já, líka, já, heimspekinga og við viljum frekar hafa það þannig hérna við rauðaborðið við köllum á. Já, þú líklega hugsar kannski svona í heildstæðumlaust og áttarið á því að það til þess að leysa úr vandamála þá er ekki nóg að vera með stjórnmálafræðing. Þeir vita ekki nema það sem þeir hafa lært í skólanum og síðan það sem þeir læra af reynslunni. Það er aldrei þannig í Laugardalshöllinni að koma upp eitthvað atvik og kemur ykkur í kallkerfið og segir, er ykkur stjórnmálafræðingur hér? Það er yfirleitt bara læknir. Já, það er alveg rétt. Og því miður ekki heimspekingur eða prestur. En sko, en ef við lítum, svo snúum okkur aftur í þetta skipti að ég drægi okkur aftur að efninu sem vorum með það. Við langar nefnilega að vita hver var munurinn á samfélagunum við Yangtze-fljót og Gullafljót. Já, það er sér þú ert til að halda fram að þarna hafi raunverulega verið 2 kerfi í sama ríki. Já, jafnvel fleiri, sko. En við veitum náttúrulega ekki þau smáatriðum, það ekki mikið smáatriðum. Við veitum það að annars vegar þá var fiskurnar landbúnaður og hins vegar var þetta landbúnaður sem var með hveitirækt og byggði á mikilli þekkingu á hvernig þetta vinna flóðavörnum og svo framvegis. Árnar hegðar sér mjög mismunandi og svo er annars, svo hefur genetískar rannsóknir og við höfum nefnilega núna þó að þetta sé á forsögulegum tímum þá er eins og ef við erum að skoða Esjuna og veltaði fyrir mér hversin er Esjuna eins og hann að þá ef við erum fræði jarðfræði og flekakenningu og svo framvegis það hvernig þetta var til sko, og það er nefnilega ýmislegt sem við höfum, ekki bara sálfræðina, heldur við höfum líka fornleifarannsóknir og við höfum líka loftslagsrannsóknir og við höfum upplýsingar það hvar kom hvað upp og svo framvið sjáum hvernig að skipulag byggðana er mismunandi þannig að það var í norðurhlutanum og við Gullafljótið að þar eru herskári og skipulagari, ekki skipulagari, bara herskára samfélag með sterkt ríkisvald sem getur skipamönnum með stuttum fyrirvara tilverka og varist flóðum og brugðist við einhverju náttúruhamförum sem eru, og það er alveg ótrúlegt hvað náttúran hefur breyst mikið. Það var á milli Yangtze-fljóts og Gullafljóts og það var önnur á sem dró vatn sitt úr á sem rán síðan í Gullafljót og þú sér það ekki á kortinu sem ég var að lána það til að setja upp að hún hefur breyst. Ég var að spyrja AI, DeepSeek að þessu og þess að það þýðir eiginlega ekki að tekna kort að þessu að áin hefur breyst svo oft farveg en núna þá rennur hún að mestuleyti inn á fljótasvæði Yangtze-fljóts og er mjög svipuð og rennur þar í eitthvað vatn. Sko, en þar voru líka fyrstu hrísgrónarsvæðin, en þar voru með báða tegundir, þannig að svæðið allt hefur breyst skífulega og á forsögulegum tímum, en þannig að við höfum heimildi fyrir hvernig fólk hegðaði sér. Svo hefur genetískar rannsóknir og þá spurt, er það svoleiðis að það var samband á milli? Hvaðan kemur þetta fólk? Var það kannski lokað inn að þessu svæði mestuleyti? Já, þannig var það. Og það segir okkur að það voru samskipti þarna á milli og svo sjáum við hvernig er með tæknina sem færðist tækni á milli, já, og hvernig var með getum við séð symbológin eða táknin sem þau notuðu og þegar letrið kemur fram að þá kemur letur og það er líka svona hybrid eða blandað, það er úr
sem ennur rannsókna núna, það er svona mýkri tákn okkur sem hafa örugglega komið frá svona leirkera menningu sem þá suður í meira á Jansson að þar var mikið menningarríki þar sem þau byggu til leirker og gemdu matvæli í leirkerum og svo framvegis og þar eru myndtákn sem sum líklega og mennur byrjar að ráða inn í að hafi haft einhverja merkingu og svo önnur tákn sem koma fram við það að menn voru að lesa spádóma og brendu skjaldbökuskeljar og bein og þá sprungu það með ákveðnum hættu og segir, já þetta líkist konu sem ólétt eða þetta líkist manni eða þetta himinninn og svo framvegis og þetta er upprunnin í letrinu, sem kínverska letrinu er eitthvað slíkur og hann er líka blandaður og það eru menningar samskipti þarna á milli. Menningi flæðir á milli, en ekki fólk. Jú, fólk líka, menn þú sér það genetísku. Nei, það er innan svæðisir, ekki utan þess, fyrirgefðu. Það er á milli svæðana, það sýnir, það voru viðskipti, menningar, hugmyndir og áhrif alls konar. Þeir vissu, fólkið á Jansson vissi að ástandið við Gullafljótið var allt öðruvísi og það vissi að áhrifin af því sem var að gerast þar myndi hafa áhrif á þá líka. En tilheyrir þetta sama ríkinu í einhverju svona nútímalegum skilningi? Nútíma, þetta eru miðríkin, Kína heitir á kínversku Zhongguo, miðríkin, en við kallum það miðríkið, í nútíma vegna þessi kínverska hafði ekki eintölu eða fleirtölu, gerði ekki mun, og þetta eru umverulega ríkin sem þar voru og það eru 1000 kilometrar á milli, 800.000 kilometrar og sem stað meira, með kortið á sér að það er töluveru vegalengd á milli sem fljóta og þarna er eiland sem myndist á meginlandi og er varið gegn ytri árásum og síðan skapast mjög sterk viðskiptatengsl og þeir læra það mjög fljótt og það getum við bara séð í forsögulega að það eru mikil og blómleg viðskipti á svæðinu og sumstaðar í sumborgunum þá er ekki vopn, en það eru kannski ég fekk hálfgerð sjokk, ég fór heimsótti borg, nýlega verið grafin upp borg sem var við Chengdu í vestur Kína og eina svæði sem er alveg opið, það er í vestur, það eru fjöll, ekki ár og þar er mikil borg rétt fyrir austan Chengdu á sléttum þar sem er búið að grafa upp og setja yfir það mikla hvelfingu, þannig að þetta er stærsta safn sem ég hef komið í. Ég þrammaði það þarna á einhverju klukkustundum og var rétt byrjaður. Og þar voru gerð vopna líkingar og styttur og eitthvað sem úr steinum. úr jaði og vopn úr jaði, þú berst ekki með því þannig að það er þá einhverja guðahugmyndir eða einhverjar hugmyndir náttúruafl eða eitthvað og þetta er allt saman tákrænt, allt saman en þeir hafa ekki fundið alvöru vopn þau eru væntanlega einhver starðan líka og það myndast einhvers konar sambýli á milli þessara menningarheima þar sem að ríkin sem eru á jaðri, sem eru þú veist, í vestur hluta svæðisins, í fjöllunum, að þeir verja svæðið og byrja að verja sig með múrum, gagnvart þeir sem undir ráðast frá úr norðvestri. Og síðan er það þannig að þeir sem eru, hrísgrjónabændurnir hafa ekkert fólk undir vopnum, en eitthvað af þessu hrísgrjónaríkjum voru undir stjórn yfirstétta sem voru frá kom úr fjöllunum. Tsú-ríki er eitt sem þarna var og er inn í sögulegar heimildir og þeir voru dálítið harðinaglar en sko að yfirstéttin kom af fjöllunum þarna í kring innan svæðisins og síðan á meðan hrísgrjónabændurnir þeir hafa enga tíma, þú kallar enga hrísgrjónabændur til vopna, nú þeir fara að berjast þannig að það myndast kerfi þar sem að nágrannar hrísgrjónabændana verja þá og svo þegar eftir að Kína til að geta fengið hrísgrjónir frá þeim til að geta keypt og haft þeim þau eru miklu auðvöður, það er ekki bara hrísgrjónin það er ekki bara vegna þess að þau þurfa að það er svona mikið tíma og þau ekki hrísgrjón svona góð
eitt af því fyrsta sem ég man ekki, ég veit ekki alveg hvernig ég lærði það, það hefur einhvern tíma, ég er ekki eins og viss að það hefur staðið í bókinu sem ég var að læra í mannkynssögu þegar ég var í gagnfræðaskóla. En líklega hefur kennarinn sagt okkur það að það mannfjöldi væri miklu meiri á hrísgrjónasvæðum, þannig spurningin hafði nefnilega vaknað hversin eru svona mikil mannfjöldi á Indlandi og í Kína og síðan náttúrulega líka sko almennt við á fljótasvæðum, Mesopótamíu, Egyptaland, þar sem menningin kemur, þar sem fólk vinnur saman og nótabenni, það var ekki vegna survival of the fittest að einhver væri sterkastur og réði yfir öllum hinum. Það er ekki svoleiðis að það gerist með sterkum samfélögum þar sem fólk vinnur saman og ekki með þvingunum og En varst ekki að segja að sko yfirstéttin hafi komið úr fjöllunum, að það var það dæmi sem að við svo sem þekkjum víða, að það kemur yfirstétt sem að tekur yfir samfélög, nærist einhvern veginn á þeim. Já, það gerðist ekki þessu, sko í Túríkinu þá var það hrísgrjónasamfélag og það bara voru þeir sem sáum varn eða þess að varni ríkisins að þeir komu úr fjöllunum. Þeir eyðiluðu ekki hrísgrjónaræktina. Þannig að það er sambýl í nágrinu og það er, ég vil meina að kínverska ríkið upprunni þess sé hérna á enskunni að kalla hybrid eða sé blandaður og annars vegar sé það yfir það sé bara risastór stórfjölskylda þar sem ríkishöfðingin fær hlutverk og stöðu fjölskylduföður fyrir alla og hann á að sjá ábyrgð og hafa vit fyrir allir fjölskyldun og hann á að hafa vit fyrir því að þeir horfi á almennilega sjónvarpsefni sem er uppbyggilegt en ekki niðurbrjótandi í dag. En hver er munurinn á þessu að því við þekkjum svolítið dæmi þetta bara í sögu okkar nágrennis eins og City í London hafði sína eigin reglur að sem að konungurinn leyfði einhverjum svona kaupmönnum og fleira að fara sínu fram áttaði sig á því að það var ekki hægt að berja þá undir einhvern veginn sitt vald með einhverjum hætti og Leipzig í Þýskalandi og sem að sjálfstæð og hver er eðlismunurinn á sögunni í Kína og því sem að við þekkjum í tvö kerfi í einu ríki með þetta er helst í hug Englandskonungur með City og London inn í sér. Þú hefur nokkuð til því smáls í þessu vegna þess að Sussex var náttúrulega þróasta svæðið á Bretlandseyjum og þar var mikil viðskipti og það er svona frekar erfitt í yfirferðar. Þetta eru ár þarna sem kemur niður og þegar Vilhjálmur Sigurvegari réðst á England að þá var það eftir að hann hafði, bardaginn sjálfur hafi verið fyrir utan London að þá er það með falli Sussex sem þeir eru búin að ná valdi á, náttúrulega þar var konungshöllin og ríkinu. En hvernig, það er eina spurningunni, hvernig ósköpunum tókst honum að vinna sigur svo hratt á Englandi og Winston Churchill finnst þetta versta efni og fjalla það. Ég held að það hafi verið hluta til vegna þess að hann hafði leiðbenningur, leiðsögumenn. Og þessi leiðsögumenn voru sjálfsagt fyrrverandi þrælar sem voru í Englandi og hafa verið þekkt og allt í Englandi og þeir bara gátt á sínt honum hvað bakdýrna voru. Og þess vegna var eitt af þessi Vilhjálmur sigur væri gerði eftir hann var orðin England hafði sigrað og var konungur bæði Englands og Normandi að þá bannaði hann útflutning á þrælum og menn held að það hafi verið vegna þess eða sumir held að það hafi verið vegna þess að hann þótti þetta ekki kristilegt og eitthvað en hann bannaði ekki þrælahald, hann bannaði útflutning á þrælum en það er hættulegt að vera með þræla og nota bene í kínverskri hrísgrjónamenningu þá eru ekki þrælar. Þú getur ekki ræktað hrísgrjón, það passar ekki við þessa kenningu sem einföldu efnisíkju sem... En í samfélagunum við Gullafljót voru þrælar þar? Það voru þrælar, þeir voru yfirleitt, það var ekki heimamenn sem voru að vinna við flóðavarnir og svoleiðis. Þetta voru fólk sem hefði verið tekið
annarkvort fyrirgert rétti sínu sem frjálst fólk með einhverjum glæpum, óbeldisglæpum, og þá voru þeir réttaræpir og voru dreifnistundum, en hérna er refsingarskinni, eða eftir styrjaldir ef einhver höfðu reynt að ráðast inn á svæðið, að þá voru þeir teknir óvinnur, og þá var verið að sýna því að þeir voru réttlausir og þá voru þeir voru það var handsamaðir sko, úr óvinnahermenn sko. Og þeim var þrælgáð, þeir voru réttlausir, en þetta voru ekki þræla samfélög sko, en það var vísu eftir að komast til valda í Kína, þá lentu þeir svolítið vandamálum við að reyna að finna þræla samfélagi í eigin menningu, og þeir fundu einhver samfélaga sem voru þræla, til dæmis í Tíbet voru þrælar alveg fram á síðustu öld og leifar af því að þá en þú finnur það ekki sko, í kínversku sögunni sko, ekki þetta ABC fyrst þetta og svo þetta, þessi línulegri hugsun sem við höfum og það þurft að segja að það hafi verið í mismunandi menningarsamfélög og hafi verið blöndaðar menningar og blöndu stjórnmálakerfi. Ég held að það sé bara alveg hárrétt hjá þér að það að stjórnmálakerfin hafi bara þróast úr fyrst úr einhverju hirðingjasamfélagi eða fólk sem var að leita berjum og eitthvað og yfir það að vera sko aðbálkasamfélög og þrælasamfélög og lénsamfélög og síðan kapitalismi. Ég held að þetta sé bara rugl sko. Þetta allavega, það voru þrælar í Japan á styrjaldatímanum, það voru þrælar í Bandaríkjunum þar til fyrir nokkrum kynslóðum. Þannig að þetta er hluti á sögunni, en það er ekki þannig að það hafi þróast með línulugum hætti og hvernig það þróast á hverjum stað, það er mismunandi. Ég ætlaði reyndar að segja sko Mongólana, svo myndist á þá rétt á það. Mongólarnir nefnilega eru mjög gott dæmi svona samspil tveggja menningar heima. Mongólarnir, upprunni þeirra og heimaland þeirra langt fyrir norðan Kína, fyrir norðan þessi miðríki og er í, það núna tvískipt, það annars innri Mongóli, ytri Mongóli og það á sléttunum þarna, þetta eru hirðingjar og þeir hafa allt öðruvísi menningu og þeir hegða sér allt öðruvísi. Þeir fyrir sem sagt 800 árum þá er sterkur höfðingi sem tókst að ná valdi og öllum ættbálkunum og Tengis Khan og hann réðst síðan í það að ná valdi og öllu hennum siðmenntaða heimi og hann tókst að hansi vel. Þetta var stærsta heimsveldi sem hefur risið nokkur staðar og út úr því rusu 3 heimsveldi eða stórveldi, það var í Evrópu og Mið-Asíu og síðan þetta sem Rússland og Rússar að veru leiti þeirra voru fyrir gífurlegum áhrifum frá og svo ýmislegt í rússneskri menningu held ég verði ekki skilið nema í samhengi við sko áhrif Mongólana og svo líka Svíjana sem óðu þannig yfir og stunduðu þrælaverslun í Kíf, í Kænugarði. En í Kína þá var það þannig að þeim gekk alveg bölvalega að ná undir sig Kína og það er ekki fyrir en mennur þetta sé rétt hjá mér 1379 eða hvað svo leiðis að þeir komast návaldi á Suður Kína á þessu svæði og Suður Sung-keisarættin sem hafði verið þeir höfðu mist vald kínversku Hankíverðir höfðu mist vald smá saman á Norður Kína og það voru ýmis ríki þar. Sum þeirra voru Hanríki og eitt þeirra var stjórnað af Tíbetum og svo voru Mongólarnir konar hana. Og Mongólarnir reyndu að, og þetta uppgötaði ég bara nýlega fyrir nokkrum mánuðum. Sko þeir reyndu að komast yfir Gulafljótið og þá notaði beitti Hansung-ættin. Hún rauf varnargarðana og direkti fórustusveitunum Mongóla svona þeir komast ekki inn á svæði þannig að þeir voru búin að ná þá góðu valdi á og skilningi á
gulafljótuna, þeir gáttu notað það í varnarskinni og þeir gáðust upp á því. Og hvað gera Mongólarnir þá? Þá fara þeir að rækta tengsl við íbúa Himalaya, sem nú eru Tíbetar og þetta hluta Tíbetar og aðrir þjóðflokkar sem voru með Bon-trú og svo framvegis, og þetta eina af ástæðanum fyrir Mongólarnir eru lamatrúar, sko, eða lamabúddistar að verulegu leyti, og síðan ráðast þeir inn í Sungríkið frá vestri, sett á milli ána, og þá komast þeir inn. Og þá endanlega, það ekki þannig að Sungríkis, eða Suðursung, berðist til langvoldugasta og ríkasta ríki veraldar á þessum tíma, að það berðist til síðasta mann. Þeir sömdu við innrásarherinn og Mongólarnir fengu að stjórna og þeir reyndu að koma á mongólsku samfélagi, en þeir tókst það ekki, vegna þess að þetta var alls konar vesen. Það var hvað átti að gefa út mikla peninga og hvað átti að gera, hvernig átti að vinna fjárlögin og hvernig átti að vera safna sköttum og hvernig átti að vera skattleiki og svo framvegis. Þannig að þeir gáfust upp í Suður Kína við að setja sín lög, og í öllu norðu Kína, meiri hluta þess að við þekkjum Kína í dag, að þar voru mongólsk lög, mongólsk samfélag í rauninni, eða sem það var skipulagt af þeirra fyrirmynd. Í Suður Kína, þar var hann veldi, og þar þetta þegar að Marco Polo kemur inn á svæðið, og þá voru 2 höfuborgir í rauninni. Það var annars vegar í Suður Kína og í Kaifeng á þeim tíma, þar við Gulafljótið, það verið í Kaifeng, og síðan er Peking, ég byrjaði að byggja hana þá eru Mongólarnir sem byggja það, fyrstu höfuborgina þar, og það algjörlega stjórnað af þeim. Þar eru 1 ríki, 2 stjórnmálakerfi og algjörlega ólík. Akkur er þessi 1 ríki? Það voru ekki bara stikkut ríkið? Mongólar stjórnað öllu saman. Þeir voru leiðtogi ríkisins. Þeir tóku embættismenn Sungættarinnar og henduðu með fangelsi í staðan fyrir að drepa á þess að þeir svo þegar þeir áttu vandamálum við hvað er þetta að gera núna í flóðamálum eða hvernig þeir áttu að leysa úr peningamálunum, að þá kölluðu þá úr fangelsinu og þeir komu og voru alveg tilbúin til þess að vinna fyrir þá vegna þess að það væri best fyrir alþýðuna, fyrir almenning, sko. Og það er farsælast. Þeir vildi ekki berjast í rauninni. Þeir hefðu hugsanlega geta unnið sigur á mongólska hernum, en þá hefði Kína komið stóðað árásun og haldið völdum sjálfur eða mistu eða einhvern veginn, allavega þá hefði það þurrkast út. Það gerðist ekki. Þeir Mongólarnir tóku yfir þetta ríki og þetta tímabil mongólska tímabilið Jón keisarahættin, þeir að stjórna þeir endaði með fangelsi, það var ekkert slæmt fangelsi, en þeim hundlitist náttúrulega í þessum fangelsum og var náttúrulega ekki komið vel fram við þá, og þegar keisarinn, og þá voru þeir að skrifa þeir ljóð og mátti ekki vera pólitísk, svo þeir eru mjög sorgmætt, þeir máluðu myndir, það af og þá er eitthvað mjög sorglegt ljóð kannski einhverja dúfur sem hrekjast í haustveðurum eða eitthvað svoleiðis. Og þetta endurspeglast í listurum. Smáblóm einhvern veginn. Já, þetta voru 2 kerfi og það var þetta fyrsta Suðursung þeir fyrstu sem gefa út pappirspeninga. En þeir gefa út pappirspeninga sem eru hver fyrir sig með stimpil keisaraveldis, og það eru bara ábyrgjar, það eru skuldayfirlýsingar sem kaupmenn gátu nota til þess að flytja vörur fram og tilbaka. Eins og faktist í dag. Það er Seðlabankastjóri skrifur ennþá upp á síðilinn. Já, en það síðan boruðu Mongólarnir, þeir byrjuðu að prenta það. Þannig að þeir eru fyrsta ríkið og það ég veit ekki hvað, það verður fróðlegt að vita hvort það náði inn í hinn mongólsku ríki, þess að voru 3 ríki, þar með Eurasi og síðan inn í Evrópu, inn í Rússlandi og þannig. Þar er hvort þau peningarnir voru notaðir þar, og þessir peningaseðlar, þeir eru bara peningaseðlar, prentaðir með grafík, og
og það er þeirra framlag til, og það var ekki sko með gullfæti eða þjóðaframleiðslu sem grunn, sko, þetta er eins og bandaríski dólarinn í dagirunni og það kemur sprettur upp úr þessu kerfi, 2 kerfi í ríki. Herðu, þú ert að benda á að mörg kerfi í einu ríki sé bara samofið í kínverskri sögu og sé kannski ekkert það sérkennileg hugmynd maður var í Kína, eins og kannski okkur finnst það hér, sem að eru svona alls konar hugmyndur það að við getum ekki haft ein lög í Reykjavík og önnur á Raufarhöfn og sá sem að býr í Raufarhöfn hann á alla rétt á því að þau lög sem að gildi Reykjavík eigi líka við hann og svona hugmyndum að það sé heila innbyggt inn í ríkið, að ríkið get ekki hangið saman nema að allir séu inn í sama kerfi. Og þá langar mig frá til hérna Hong Kong. Fyrir almenning, hver er munurinn á þeim sem að búa í Hong Kong eða Shanghai? Eða er munurinn fyrst og fremst sá sem er auðugur í Hong Kong, hann er betur varinn af lögunum heldur en sá sem er auðugur í Shanghai og gæti átt að hætt við að flokkurinn tækja á honum auðin? Ekki flokkurinn kannski. En hver er munurinn á? Já, þetta er fróðleg spurning. Það er mikill munur á landshlutum í Kína og Shanghai búa til dæmis, þeir eru frekar líta fremur stórt á sig vegna þess að þeir hafa verið nært mikið af Vesturlöndum fyrr en aðrir kannski í Kína og ég menn eftir að maður þekkt þegar ég var í námi á 8. áratugnum þá voru þeir sem komur á Shanghai voru yfirleitt með leðubelti og í leðurskóm og með skyrtuna inn í buxunum. Vildu aðgreina sig frá öðrum? Nei, þetta var bara menningarlegt, þeir gerðu það svoleiðis. Þeir vildu sína að þeir væru menntaðir en hinn kannski ekki, þeir sem voru bara í ból og með hann utan yfir buxurnar og hafðu hérna á leðurskóm og svo framvegis. Sko, og það einmir að þessu, það eru sveitafólkið er ekki eins vel menntað. Draumur þess er að börnið þeirra geti komist á möllina og lært til mennta og geti orðið borgarbúar og í menntun. Sko, menntun er markmið allra kynverja, allstaðar, bæði í Hong Kong og í Kína, á meginlandinu. Hong Kong er með greinilegri misskiptingu auðs og það er ekkert selda líf að vera að vinna við þjónustustörf í veitingastan nema sé mjög vel þekktur og margir sem koma og þar er borgað þjórfé og svona. Þannig að það er þessi misskipting sko auðs er mun meiri en svo á misskiptingu auðs er líka á meginlandinu eftir að breytingar hófust á samfélaginu en það er búið að draga gífurlega mikið úr því undir leiðsögn núverandi þjóðarleiðtoga sem gerir kröfu til þess að þeir sem hafa auðgast af breytingunum í Kína og bara til dæmis á fasteignaverði og fastegnabólum og svo framvegis að þeir leggi sitt til samfélagsins og hann segir þetta bara hreint tæpitungulust og segir að þeir verði að sýna það hefur sagt að í ræðum að þeir verði að sýna þekkskyldu sína með því að greiða til samfélagsins. Það er ekki þannig að ég er að vinna á veitingastað sem er ekki þekktur í Hong Kong og hefða bara skýtt og get bara leikt mér einhverju hillu til þess að sofa á að gera vel að heimili. Þannig að ég er ekkert að fara til Shanghai eða Peking í leita betra lífi. Það er kannski rétt að byrja. Þú segir það sko, en það er líka tilfinningin að telja sig vera frjálsari, að hún virkar, fólk sumir vilja vera þar sem þeir eru. Við málum náttúrulega hinn heiminn, það eru fátækt, fólk að svelta inn í Central Park. Þú sér þetta líka í kynverjur sem hafa flust til Bandaríkjanna á síðustu áratugum að jafnvel þó þeir hefðu kannski náð betri árangri það var ekki fyrir séð, fyrir 30 árum þegar það fluttist yfir til Bandaríkjanna
að þeirra kjör hefðu kannski batnar hraðar, sko núna hefðu kannski ekki átt að fara en þeir myndi aldrei viðurkenna það. Þannig að þú býrð til sögu sem segir að þeir eru frjálsari þarna og svo talar þeir mega að segja að Trump sé asni. Já, þeir gera það yfirleitt ekki, þeir segja hann sé nokkuð sniður finnst hann daldið kaldur sko. Hann hefur verið frekar vinsæll með að kemur hann, ég held að sé kannski að minnka núna en þó, ég veit það ekki en hefur kannski velt okkur fyrir, sko, hvað þýðir þetta fyrir Tævan? Kannski rétt að þess að mynda okkur hvað í kross, ég veit ekki hvernig tíminn hjá okkur. Nei, kannski ættum við að fara að taka bara pásu og þú komir aftur. Það getur verið. Mér langar að spyrja þið svolítið að því að við erum að tala um Tævan og mér langar líka að blanda inn í þá umræðu svolítið að þú myndir útskýra fyrir manni hvað Suður Kína hafa verið raunverulega. Af því að við heyrum þetta alltaf í fréttum og svona. Sko, ég held að fólk gerir sér ekki almennilega grein fyrir hvaða fyrirbrigði þetta er. Já, Suður Kína hafi bara hafið fyrir, það er hafið fyrir sunnan Kína og það er eina svæði þar sem Kínverjar höfðu ekki varnir þegar hérna í gamla daga, bara keisaraveldinu, keisaratímanum og svo framvegis, þá stjórnuður, þá var keisaraveldið á síðustu 1000-2000 árum, þá stjórnaði alveg ströndunum og aðkomin að landinu og það þurfti ekki að verja það sérstaklega en svo voruður á Ming-tímabilinu sérstaklega, þá var hérna sterk byggð, þá var miklir þjóðflutninga frá meginlandinu yfir til Tævan og flestir Tævanbúa eru frá Suður Kína frá þeim tíma, sko Ming-tímabilinu og síðan kom önnur bylgja eftir byltinguna og komu 2 milljónir þjóðurnishermana sem frá meginlandinu og fluttist þangað en síðan eru þetta frumbyggja sem eru ekkert skildir sko handkjöfurum. Þetta er svo löng saga, ertu til að koma aftur til mín og það bara þá tökum við Tævan. Já, ég vil bara segja ein sko varðandi hafið, það var eina óvarði hlutin af Kína og það er frá hafinu sem englendingar ráðast inn í Kína. Þess vegna eru Kínverjar að byggja upp flota í dag. Já, og þess vegna þetta er nú búið að loka keðjunni, nú er allt Kína varið í allar áttur. Þetta er svo sléttur Úkraínu sem er opin leið til Moskvu að Kína hafi verið eitthvað þannig í öryggis sínu. Og sko raunin á meðan Tævan var þá sá sko og í dag sko hingað til þar til bara fyrir 10 árum að þá sá kínverska lýðveldið Tævan varnir Kína á hafi. Þeir voru kínverska lýðveldið og svo voru kommunistöndin á meginlandinu en það var enginn að ráðast á Kína frá hafi verið þjóðir sem það voru ekki að því. Það er eitt sem þið getur hugsað þangað til. Herri Ragnar, við setjum komu hérna og svo hittum við aftur að því að og ég þakka ekki alveg fyrir. Þakka sem leiðis. Og við erum að ég fekk kaffi, þannig að ég byrjaði að drekka kaffi þegar ég var 70 og svo náttúrulega þegar ég drekk kaffi núna fyrir viðtalið þá er ég má segja að ég verði meira óðamál en venjulega. Við varum ekki varið við það. En við sittum alltaf hérna við rauðaborðum alltaf að reyna að skilja samfélagið og sjálf okkur og heiminn og það er ekki hægt að skilja heiminn í dag nema að skilja Kína. Þess vegna leggjum við svona mikla áherslu á það og þökkum Ragnari kærlega fyrir að vera svona lóðs okkar málefni Kína og við munum halda áfram áður við förum í sömu leyfi þá munum við ræða Tævan og Suður Kínahaf en það er eitthvað allt annað hérna framundan á rauðaborðinu í kvöld. Við skulum sjá hvað það er. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.